komið sæl. Við ætlum að byrja hér á máli máluna, allan að hvað varðar veður og það er snjóflóðahættan sem skapast hefur fyrir austan á Austfjörðum. Er hér með mynd sem sýnir snjódýpt, þróun snjódýptar í Drangagili ofan Neskaupstaðar síðustu daga og við sjáum hér að það hefur bæst við í gilið rúmur meter af snjór frá föstudagskvöldi og enn heldur áfram að snjóa allan fram á nótt. En það kemur kannski ekki svo vel fram hér í þessari mynd. Við erum með lægð hér milli Íslands og Skotlands og það er dágóð úrkoma enn á norðaustur horni landsins. En þegar að komið fram með miðnætti þá fer nú svona úrkomunu að slota eða allan að fara minnkandi og það eðlilega mun hafi för með sér allan svona þeirra framliða stundir á morgun að þá ætti snjóflóðahætta allan að fara minnkandi þó kannski verður nú ekki alveg úr sögunni. Það er svona aðrir þættir sem ráða því. Það er svona stöðuleiki snjóþekjunnar á svæðinu. En það er kaldara loft sem þá í rauninni kaldara og þurrara loft sem er að sækja hér til suðurs og útskýrir þá af hverju það verður svona þurrara í þessu smá saman. Þurrara loft, minni úrkoma og ekki að sjá hvað var það svona morgundaginn og kannski næstu daga þar á eftir og það verður svona eilítið eða kaldara í þessu hjá okkur en síðan mun sækja að okkur í hlýra loft á fimmtudag, föstudag. En lítum hér aðeins nær, þetta er staðan á klukkan 17 og það er appelsínugul viðvörun í gildi vegna hríðaveðurs á Austfjörðum og ennþá töluverð úrkoma hér sérstaklega úti við austurströndina og við sjáum að þessi viðvörun er í gildi til miðnættis og þá reikna Veðurstofan með því að það er svona að byrja að draga úr þessu öllu saman en það verður svona áfram einhver lítilláttar úrkoma sérstaklega þá að myndast til fjalla en dregur hægt og bítandi úr þegar líður á nóttina og klukkan 8 í fyrramáli verður staðan á þessa leið. Við sjáum að það er skýjað á norðausturhorninu og svona úrkomu bletti þar að finna öðru leyti og að mestu leyti þurrt og bjart veður nema að vera skildi þá á ströndum og norðan til á Vestfjörðum. Og hvað varðar síðan framhaldið þá sjáum við að breytir svo sem ekki ýkja mikið það sem eftirlifir morgundagsins. Ennþá svona skýjað að mestu leyti á norðausturhorninu, bjart veður annars staðar, úrkoma lítil sem engin og annað kvöld á klukkan 20 verður staðan þá á þessa leið. Það er svona hægrætis veður, orðið svona aðeins austlag eða suðaustlag átt í þessu og frost almennt séð nema vera skildi hér allra síðst á landinu. Annað frá þróun síðan fram til miðvikudags er svo að það verður svona smá saman suðlægari átt hér hjá okkur bætir í vind þegar líður á miðvikudaginn og án þess að þó að það gerir einhverja úrkomu að ráði klukkan 2 á miðvikudaginn þá sjáum að það eru nú þetta 10-15 metrar á sekúndu hér vestan til á landinu, allan hér með vesturströndinni. En bjart viður þó víðast hvar á landinu, sérstaklega þá norðan til, skýja hér við suðurströndina og köfnum hér vestan til. Hitatölu svona aðeins á uppleið og það er svona vísunni það sem gerir síðan næst og þá fáum við næstu skili inn þá á fimmtudaginn. Koma þá inn hér með lágu og rigningu á köflum sunnan og vestan til og þetta smá saman skríður norður yfir land og tekur sér nú svo sem tíma í það. En á föstudaginn þá sjáum við að þá eru svona skilin komin yfir á austurhluta landsins, kólnar þegar þau hafa farið yfir og verður svo sem hæglætis veður hér vestan til á föstudaginn, rigning, slydda, snjókom og köflum fyrir austan en það er engin átök þó í þessu veðri. Þannig að það er svona draga úr þessari ofankomu fyrir austan þegar líður á nóttina og vonandi og svona til þess að gera rólegt veður dagana sem á eftir fylgja sem það er gott að veri sæl.